Góðan dag, kæru vinir. Bara Drotti verið með ykkur og einhvern veginn þarf maður að koma þessu fyrir hérna. Þetta er gallið við tæknina, hún tekur alltaf ykkur tíma. En það er svona, þetta er bara lífið. Þetta er merkilegu dagur í dag. Þetta er bara fyrsti sunnudagur í aðventu. Þetta er í fyrsta skipti, nei, þetta er í annað skipti sem við höldum jól á þessu ári, vitið þið það? Við byrjum árið með því að halda jól og nú erum við að enda árið með því að halda jól. Og það merkilega við þessi jól er það að Jesús Kristur fæddist ekkert á jólunum. En hann fæddist samt. Það bara veit enginn daginn eða stundina. Og það sem skiptir engu máli hvort að Jesús Kristur hafi fæðst að vorið til, því getið þess vegna valið að fæðingardagur Jesú var fæðingardagur ykkar. Þannig að þið getið haldið saman afmælisdaginn, Jesús og þú. En að öllu líkindum, þá var nú bara þannig með Jesúm Krist, það er sagt að María, hún hafi fengið vitjun í 7. mánuði, munið eftir því. Og 7. mánuður hjá gyðingum, við köllum það ágúst-september, einhvern tíma þá. Og ef þið teljið 9 mánuði frá bara september, að þá eru þið farin að koma nær fæðingardegir Jesú svona hvítasunnu. Svo Jesús var fyrsti hvítasunnumaðurinn. Svo við getum dregið ályktanir, alls konar skemmtilegar ályktanir. Ekkert af þessum ályktunum eyðileggur endilega söguna fagnaðarerindinu. Og saga Biblíunnar, hún er kannski miklu merkilegri heldur við höldum. Þessi stóra bók, 66 bækur, þetta er bók skrifuð á fleiri 100 árum og samansafnið kemur út með boðskap það að Guð hefur fingur sinn á sögu mannsins. Mér langar að við tökum eina sögu svona fyrir og það heitir Esterabók. Hafið þið lesið hana? Auðvitað. Allir hafa lesið Esterabók. Vitið hvað Ester þýðir? Nafnið Ester er ekki hebreskt. Nafnið Ester er frá Persíu og þýðir stjarna Ístar. Þetta er stórmerkilegt að bókin Ester skuli bera heiðið nafn. Og Ester er ekkert slæmt nafn þannig lagað. Stjarna Ístar, sú sem að lýsir í austrinu, hún kemur líka inn í jólin að stjarnan hún lýsti Persum sem voru vitringarnir og komu alla leiðina og fundu Jesú. Ekki hjá Herodesi, heldur í jötunni í Betlehem. Og við getum leikið okkur svolítið að þessari sögu vegna þess að þegar Ester er ung stúlka að þá kemur fram í sögunni að hún er móðurlaus og föðurlaus. Faðirinn dáinn og móðirinn líka. En frændinar hafði tekið hana að sér og alið hana upp. Og það var eitt með Ester sem að alla langa til að eignast. Hún var forkunnar fríð stúlka. Og við sem erum feður, við erum rosalega hrifnir af því að eiga forkunnar fríða stúlku. Við sem erum eiginmenn, erum við líka hrifnir af því að eiga forkunnar fríða eiginkonu. Og þeir sem eru börn eru hrifin af því að eiga fagra móður og þeir sem eru barnabörn eru hrifin að eiga fagra ömmu. Og þegar amman er orðið langamma, þá eru við eiginmennir, afarnir, við erum voðalega hrifnir af því að eiga sæta langömmu. Allir vilja eiga það sem fagurt er. Og það er svolítið athyglisvert að ef við tökum Ester eins og gjöf Guðs, náðargjöf Guðs, að þá er náðargjöfin, hún er fögur, álitleg og hún er einmitt af því taginu að við eigum að fara vel með hana, ekki satt? Og það er svolítið athyglisvert líka að í þessari stóru og miklu bók þá er eiginkonan, hún er kölluð náðargjöf frá drottni. Strákar, þið eigið ekki konan ykkar skilið. Fattið þið það? Við höldum að við séum svolítið sjarmar, að þú veist, alla stelpur vilja vera með okkur. Nei, það er ekki svo. Það er ein sérstaklega útvalin fyrir þig
farðu vel með hana. Látt hana njóta sín og leyfðu eiginkonunni hafa þá stöðu að hún náðargjöfin sem Guð gaf þér. Þannig að konan, hún með sömu stöðu og heilagur andi. Hún sett þér við hlið, hún þér til hjálpar og þegar hún og þú vinnir saman, þá blómstraru. Þið vitið, það sagt eiginmenn, þegar þeim líður vel, þá fitna þeir. Svo sagt eiginkonur, þegar þeim líður vel, þá minnka þær. Þannig það gerist öfugt hjá konu og karli. Svo ef að kona mín fer að fitna og fer að hugsa, býta við, líður ekki nógu vel hjá mér? Hvað að gera? Þetta nú bara svona útúr. En svo við tökum aðeins söguna, þá langar mig til þess að við byrjum á því, opnið Biblíuna og komið með mér í Esterabók. Og í Esterabók þessi merkilega saga. Þetta á blaðsíðu 510 hjá mér í Biblíunni og það sagt hana og yfirskriftin á fyrsta kafla svona: Ahasverus Persakonungur rekur frá sér Vasti drottningu sína. Og bara þetta fyrsta atriði, Ahasverus, vitið hvað konungur þetta Hann heitir í mannkynnssögunni Xerxes. Hann til í mannkynnssögunni undir öðru nafni. Persar kölluðu hann Xerxes, en gyðingar kölluðu hann Ahasverus. Þetta sama persónan. Og það merkilegt að hann á sig konu, Vasti, og Vasti þýðir hinn fagra kona og hinn besta. Og Vasti konan hans, Xerxes, hún hafði alveg sérkennilega stöðu, hún var fögur og Xerxes hann ætlaði að groppa sig af henni. Svo segir sagan, og ég ætla aðeins að grípa inn í þetta, 9. versið í 1. kapitula, þá segir sagan: Vasti drottning hélt og konum veislu í konunglegri höll. Ahasverus konungur átti, en á 7. degi, þá konungur var hreifur af víni, bauð hann Mehuman, Bista, Harbóna, Bigta og Abagta, Setar og Karkas, þeim 7 hirðmönnum þjónuðu Ahasverusi konungi, að sækja Vasti drottningu, leiða hana inn fyrir konung með konunglega kórun á höfði til að hann gæti sýnt þjónum og höfðingum fegurð hennar því að hún var fríð sínum. En Vasti drottning vildi ekki koma eftir boði konungs hirðmennirnir fluttu. Þá reiddist konungur ákaflega og heiftin brann í brjósti honum. Þetta var voldugasti maður veraldarinnar. Og hún, konan, fagra eiginkonan, náðargjöfin frá Guði til hans, hún leyfir sér að segja bara nei, ég ekki til sýnis. Hún var á móti fegurðarsamkeppni því til. Hún hafði vita á því að gera svo íslenska stúlkan gerði, nei, ég ætla ekki að taka þátt í því að mjókka mig meir og fá einhver skilaboð það að ég þurfa að vera svona og svona til þess að öllum finnist ég fögur. Nei, hún var í öðrum ham, hún Vasti, fegurðin hinn besta. Hvað breyttist? Að vera eiginkona voldugasta konungs veraldarinnar á þeim tíma. Ég fekk þessa bók fyrir nokkrum árum, keypti hana í Eymundsson. Og allir sem að lesa ensku, þeir skilja auðvitað, þetta bók, The Days That Changed the World. Hvaða daga þessi bók að tala Og ég fletti þessari bók upp og ég sé það að fyrsti kapitulinn í bókinni, hún fjallar daginn 28. september 480 fyrir Krist. Hvaða dagur var það sem breytti mannkynssögunni? Það dagurinn Xerxes, sem fór í orustu við Grikki. Hann var með stærsta herskipaflota veraldarinnar, hann átti 1000 skip. Og honum gekk vel, hann var að brjóta á bakaftur veldi Grikkja og allt í einu þá sér að sér leik á borði, hann plataður til þess að sigla skipaflota sínum inn sundið Salamis. Og þegar hann kemur á skipum sínum í einni röð inn í Salamis, þá voru Grikkir tilbúnir og þegar skipin lágu þarna þvert á gríska flotann, þá sigldi gríski flotinn
braut skipið niður og Sussex missti leið 300 skip. Eftir þessa orustu þá missti Sussex tökin á Grikkjum. Hann varð að fara heim til Persíu sem konungur tapaði stríðinu. Og að öllum líkindum þá áhrifanna getið í Biblíunni sögunni hana Vasti drottningu. Hún þurfti ekki að láta konung sem tapaði stríðinu segja sér fyrir verkum. Það sem gerist í Grikklandi mætti Sussex í konungshöllinni hjá honum. Og Sussex vissi ekki hvaðan á sig stóð veðrið og hann skildi ekki hvað var að gerast og hann verður reiður. Vasti drottningi sett inn í kvennabúrið og hún læst af og lokuð af. Og nú ákveðið eftir Esтерabók að auglýsa eftir nýrri drottningu. Og þá bara farið öll skattlöndin og sætasta stelpan á ballinu, hún valin. Og það farið að undirbúa og það tekur heilt ár að undirbúa nýja drottningu. Og ef við lesum aðeins Esтерabókina, þá getum við séð að dagurinn sem breytti öllu fyrir Sussex konungi og breytti Persaveldi, þetta kom líka vel út fyrir gyðingana. Og nú ætlum ég aðeins að fá bara stytta söguna og segja ykkur hvað gerðist með gyðingana. Jú, Ester var valin drottning og hún var gyðingur. Gyðingarnir voru þá í herleiðingunni og Persar réðu þannig yfir gyðingum. Og gyðingar voru bara eins og persona non grata. Í þessari sögu sagt frá því að Ester, þegar hún kemur inn í konungshöllina, þá breytast viðhorf konungsfjölskyldunar gagnvart gyðingum. Ég ekki alveg viss að Ester hafi áttað sig á hvað var að gerast þegar hún var valin. Og ég ekkert viss það að gyðingarnir hafi áttað sig á hvað þetta var stór og mikil stund þegar rödd gyðingsins fekk að óma í sölum konungshallarinnar hjá honum Sussex. Ég ekkert alveg viss það að menn hafi alltaf skilið nákvæmlega hvað var að gerast á þeim degi þegar það gerðist. Og þetta alveg sama með þig og mig. Við oft í kringumstæðum, það gerist þetta í vinnunni og hitt gerist hjá okkur og við bara skiljum ekki í þessu. Og við séum bara, hvar Guð? Ég ekki Guðs megin? Og við bara áttum okkur ekki alveg á hvernig Guð stýrir málum okkar. Og Sussex var alveg eins. Hann bara skildi ekki hvað var að gerast. En Esтерabók, þegar við lesum hana alla, þá sjáum við frá upphafi til enda hvernig fingur Guðs með í öllum þessum kringumstæðum. Nú ætlum ég leyfa mér að kippa út nokkurum versum úr Esтерabók svo þú sjáir fingur Guðs leiða fram sinn vilja. Og ég get líka stytt mál mitt með að benda ykkur á sem afar athyglisvert að áhrifana í Esтерabók gætir hjá Nehemía spámanni. Ef þið lesið Nehemía og Daniels bók, þá allstaðar verið að tala sömu mennina, konungana í Persaríki. Á þeim tíma þá Daniel til dæmis að biðja. Og hann var búinn að lesa Jeremía og hann var búinn að sjá herleiðingin átti bara að standa í 70 ár. Og þegar hann fór að telja, við bara komið 69 ár. Þá fór hann að biðja Guð, leyst okkur núna heim. Þá var búið að senda Nehemía heim. Og þá vorum við eiginlega komin að þeim punkti að Guð sagði við Daniel í 9. kapitula, ég gef Ísraelsmönnum 70 sjöundir. Kannist þið við þetta? Hann gaf gyðingunum 490 ár. Og hvað áttu þeir að gera við þessi ár? Þeir áttu að byggja upp borgina, þeir áttu að byggja upp landið og þeim átti nánast að ljúka með því að Messías kæmi og tæki við. Þegar 483 ár voru liðin, þá var 1/7 eftir eða 7 ár.
þegar 483 ár voru liðin frá tíma Daniels, þá Jesús Kristur krossfestur og friðþægingin fullkomnuð. Og þá er fórninni sem var á Golgata, hún var framkvæmd til þess að þú og ég og allar kynslóðir aðrar heldur en gyðingar fengu að eiga aðkomu að hásæti náðar Guðs. Og þessi saga hana Ester, Nehemía, Daniel og síðan hina spámennina og Guðspjallamennina einmitt sagan sem fjallar hjálparreiði Guðs þér til handa. Og við spyrjum Guð, hvar þú? Guð, hvað að gerast í dag? Og þegar ég fer í þessu sögu með ykkur, sjáu þið þá hvernig Guð hefur atburðarás á jörðinni, en fyrir ofan atburðarás í jarðarinnar þá áætlun Guðs svífandi yfir öllum vötnunum í Nehemía og hjá Ester. Og það nákvæmlega það sama sem þú og ég þurfum að sjá. Við erum í atburðarásinni hér á jörðinni. Við þurfum að taka ákvörðun, ætla ég að kjósa Pírata eða ekki. Við þurfum að vita og við þurfum að velja hverja við viljum hafa í þessari stjórn. En við þurfum fyrst og fremst að vera þeir aðilar sem hefur samband við ríki Guðs, sem fyrir ofan okkur, okkar skilning, og biðja Guð að koma í sinn fingur og stýra land okkar og þjóð. Við þurfum á hjálp Guðs að halda. Því að það svo alvarlegt þegar þjóðin okkar hoppar á að kjósa anarkista sem eru píratar. Vitið hvað anarkismin hefur kostað okkur? Ef ég bara fer í síðustu öld, saga síðustu aldar hófst með því að anarkismin, hann byrjaði fyrri heimsstyrjöld. Vissuð þið það? Maðurinn í Sarajevo sem skaut Ferdinand keisara, hann var anarkisti. Þeir töldu eðlilegt að taka í burtu allt sem heitir vald og alla valdstjórn. Vitið hvað Biblían segir við okkur valdstjórnina? Biðjið þið fyrir henni. Biðjið þið fyrir henni. Ekki skjóta þá, ekki drepa þá. Leyfið þið Guðs vilja með sínum anda koma yfir valdstjórnina og stýra þeim. Ef að Guð gat stýrt Sussex, þá getur hann líka stýrt valdstjórnina á Íslandi. Við þurfum að skilja nákvæmlega hvað að gerast, að þegar Guð grípur með fingri sínum inn í kringumstæðurnar, það þá sem hlutirnir breytast. Jæja, Guð, hann gaf Ísraelsmönnum 70 ár í herleiðingunni. Vitið hvað hann gaf kommunismönnum langan tíma? Vitið hvað kommunismi var lengi í Sovétríkjunum? 70 ár. Meira fengu þeir ekki. Svo allt í einu þá fóru bara ykkur upplausn að verða í samfélagi kommunismans og í gær voru að heyra það að síðasti kommunisti jarðarinnar Fidel Castro, hann verið farinn. Þið vitið, bara við höfum þennan stutta tíma að Guðs ríkið það fylgi okkur og elsku vinir, færum huga okkar upp inn í Guðs ríkið til þess að við skiljum hvað það sem Guð að gera. Lesum nú aðeins saman. Það fara með okkur í Esterabók, það er fyrsti kapituli og við skulum fara í síðustu versin í þeim kapla. Ég ætla að fara með okkur í vers, hvað það? 19 og síðan síðasta versið. Það sem gerist í þessum kapla, Vasti búin að neita að koma fram og þá allt í einu öll höllin komin í vandræði því að Vasti, hún var ekki hver sem var. Hún var fyrirmynd allra kvenna í ríki Persa. Og ef hún gat sagt við mann sinn, nei, ég kem ekki fram, þá var þetta skilaboð til allra feminista í ríkinu. Þær geta líka sagt, nei, ég ansa ekki eiginmanni mínum. Og því heyri líka, við stöndum svolítið frammi fyrir þessu sama mál í dag. Vitið þið að feministar í okkar kringumstæðum, konurnar sem vilja réttindi kvenna, réttindi konunnar eru fólgin í því að það með að drepa fóstrin. Hvernig væri nú ef við mennirnir fengjum svona réttindi til þess að drepa eiginkonu ef hún ekki hlýðin? Hvað myndu konu segja þá?
þetta réttlætanlegt? Kjarninn í mannréttindum fólginn í því að við varðveitum lífið. Það grunnurinn af öllum mannréttindum. Og því segi ég líka, það vilji Guðs að við varðveitum fóstrin. Og konurnar fæði af sér fóstrin sem heilbrigð börn. Því að Guð segir meira þess að við okkur að munni barna og brjóstmylkinga hefur búið í lof. Og það eðli mannsins, og það á að vera eðli okkar kalla, að segja við börnun okkar, þú ert velkomin í þennan heim. Vitið hver árangurinn var af predikun Jóhannesar skýrara? Það sagt frá því í Lúkasar guðspjalli að hann sneri hjörtum feðra til barna. Þangað þurfum við feður að beina athygli okkar, að við elskum afkomendur okkar og elskum börnin okkar, því það það sem mun gefa land okkar og þjóð fagran og góðan vitnisburð. Það þá sem að við erum tilbúin til að segja við aðra útlendinga, komiði, verið með okkur, byggjum upp landið okkar, verum eins og við eigum að vera eitt hjarta, ein sál, ein fjölskylda. Og mér svo frábært að í söfnuðum trúara, vítt heiminn, þá alveg sama hvort að maðurinn kominn frá Afríku, eða Asíu, eða Evrópu, eða Ameríku, nefnið ykkur kynþætti, þeir sem eru kristnir, sannkristnir, þeir standa saman. Þeir faðma hver annan og þeir standa saman. Fyrir ári síðan var ég með manni á Ómegu og hann forstöðumaður safnaðar að sem að yfir 150 þjóðarbrot koma saman. Hann á Times Square í New York. Og vitið hvað gerist þegar þessi 150 þjóðarbrot koma saman? Það voru gyðingur hérna og Palestínu og Arabinni við hliðina og Íslendingurinn og hver þjóðafættur annari. Það eru allir af sitt hvorum kynstofni en þeir að vegsama einn drottin okkar og frelsara Jesúm Krist. Og okkur alveg sama af hvaða þjóðerni við erum, við viljum bara fyrst og fremst að við elskum hvert annað. Og gyðingarnir í Persíu sem voru hernumdir, þeir voru teknir úr landi sínu og þeir áttu að lúta öllum lögum og lofum. Og Vasti, hún ógnaði tilveru Persaríkis. Sjáu hvað gerist. Þegar konungurinn stendur frammi fyrir drottningunni og hún vill ekki þýðast hann, vill ekki hlýðunum, þá segir sagan þetta hér að Vasti, hún skuli ekki koma fram fyrir augliti Ahasverusa konungs. Konunglega tign hennar gefi konungur annari sem betri en hún og þó hún kölluð hinn besta. Og svo heldur áfram að segja og hann sendi bréf til allara skattlanda konungs í sérhvert land eftir skrift þess lands og til sérhverra þjóðar á hennar tungu, þetta 22. versið, og segir: og hver maður skyldi vera húsbóndi á sínu heimili og mæla allt það honum líkaði. Skildi þetta mig að hljóma á Íslandi? Nú á að loka útvarpsstöðinni Sögu, af því þeir líkar ekki hvað sagt var homma og lesbíur. Nú á að loka á, þú mátt ekki segja hvað sem Þeir eru búin að biðja réttindi, öll þau réttindi sem hugsanlega bara þeir geta fengið, en nú vilja þeir loka á þig og mig. Þetta var að gerast í Persaríki. Þetta að gerast í dag. Við erum ekki langt frá þessari sögu. En við höldum aðeins áfram. Nú komin skipun að svona skulle þetta ekki vera. Svo eilítið seinna í öðrum kapitölunum, við ætla að fara með ykkur bara í 7. versið, að þá segir þetta hér. Og hann var fósturfaðir Hadassa, það Esterar dóttur föður bróður hans. Hér Ester drottning nefnd Hadassa. Nú hebreska nafnið komið. Og Hadassa, það svolítið skemmtilegt. Vitið hvað það þýðir? Hadassa þýðir brúðarslör. Nafnið Hadassa, nafn Esterar drottningar á hebresku, þýddi brúðarslör. Hún var sem sagt tákmynd upp á brúði. Og við sem erum í söfnuði Guðs, við berum sömu tákmyndina, við erum stundum kölluð í Biblíunni brúður Jesú Krists. Og við stefnum að því að fara í að brúðkaupi lambsins.
Og hvenær verður þetta brúðkaup? Brúðkaup lambsins verður þegar Jesús Kristur kemur á skýjum himins í mætti, veldi og mikilli dýrð og við með honum. Og við fáum að eiga og erfa dýrð hans og við fáum að vera með Jesú Kristi alla tíð og tíma. Þar verður ekki dauði, þar þurfum við ekki að biðja fyrir sjúkum, það verður engin sjúkur. Þar mun enginn deyja úr krabbameini eða líða af tannpínu eða eitthvað svoleiðis. Þar mun lífið og blessun Guðs vera yfir og þá fáum við að njóta alls þess sem að Drottinn hafði hugsað og ætlað okkur með jörðina að vera. Áður en jörðin féll í synd. Við erum að ganga inn í þennan tíma, hversu langt í þetta? Ég hugsa að sé ekki meir en 2 ár. Ég hugsa að sé innan við jafnvel 1 ár. Ég veit það ekki. Ég veit ekki daginn í stundina, en ég undirbý mig svona. Ég undirbý mig að segja, þetta geti verið á morgun, þetta geti gerst í dag. Ég trúi því að við eigum þessa von, þessa sæluríku von, að Drottinn ætlar að leiða okkur fram fyrir sig sem brúði, sem skartar fyrir manni sínum. Ég geti séð og lesið betur þetta í niðurlagi Opinberana bókarinnar 19. kapitula. Við stöndum á mjög merkilegum tímamótum sem lýst hér í Esterabók, hugsið ykkur. Bókin sem svona frá því það bil 400-420 fyrir Krist. Þá var Guð að rifja þetta upp hjá gyðingum og minna þá á hvað framundan Og sjáðu svona, þetta svo athyglisvert. Þegar við förum að skoða þessa sögu, þá kynnum við hér til sögunar hana Hadössu og við kynnum til sögunar Mordecai Jaírsson sem var föður bróðir hennar og Mordecai, hann bara eins og gyðingur sem hann tekur að sér þessa stúlku, elur hana upp og við vitum varla hvað þetta þýðir. En Mordecai þýðir helgaður Mars. Og Mars var stríðskonungurinn. Hann var helgaður baráttunni. Þegar kemur að sögunum Mordecai, að þá var hann maðurinn sem beygði sig ekki undir yfirvald eða bukkaði sig ekki fyrir einhverjum gerfi valdi. Hann var gyðingur og þeir vissu það gyðingarnir að það var aðeins einn Guð og það var aðeins einn sem þeir átt að beygja sig fyrir og það Guð almáttugur. Við mennirnir, við erum jafningjar. Við erum bara bræður, sambræður, við erum að styðja hvern annan, vera með hvorum öðrum, byggja upp hvern annan og við erum að hjálpa hvorum öðrum vegna þess að við erum ekki hvorum öðrum æðri. Við erum ekki í einhverju hierarkí, það sem að einn ofar öðrum. Við erum bara jafningjar. Við erum jafningjar frammi fyrir Guði á sama bás, sama level. Og því skiptir máli að við áttum okkur á hvaða mikilvægt að Mordecai, hann stendur í sögunni sem maðurinn sem skilur einmitt stöðu mannsins. Ég bukka mig ekki og ég beygi fyrir öðrum mönnum. Vitið þið, í Opinberunarbókinni, í bréfinu til safnaðanna, þá talað Nikolaíta. Nikolaítarnir hafði Guð anstigð á og vitið af hverju það var. Við vitum ekki endilega, við sjáum þetta ekki endilega svo skýrt. Það var vegna þess að keisaradýrkunin í Rómaveldi, hún var svoleiðis að Nikolaítar, þeir hneigðu sig ekki fyrir keisarastyttunni. Þeir bara bukkuðu sig aðeins. Allir aðrir hneigðu sig eða krupu þegar þeir sáu styttu af keisarana. Það þýddi að þeir voru að viðurkenna keisaran sem Guð. Keisar var bara maður, eins og þú og ég, með sama eðli. Og við erum bara öll á sama bás. Við stöndum í sömu tröppu. Við þurfum á Guði að halda. Við þurfum að eiga samfélagið við Jesum Krist. Svo held ég aðeins áfram sögunni. Og Mordecai, hann að berjast fyrir því að Ester, hún fá að vera valin, hún fá að vera undirbúin, hún fá að standa klár á örlega degi sínum þegar Guð vill að rétta manneskjan sé valin í hásæti prinsessunnar. Og þá segir í 12. versinu í 2. kapitulunum: Því að svo langur tími gekk til hreinsunar undirbúnings þeirra,
6 mánuðir með myrru, olíu og 6 mánuðir með ilmsmislum. Svo eilítið neðar í 15. versinu, þá segir, þegar nú röðin kom að Ester, dóttur Abihails, föðurbróður Mordekai, hann hafði tekið sér í dótturstað, að hún skyldi innganga fyrir konung, þá bað hún ekki neitt nema það, sem Hegai, geldingur konungs, kvennavörðurinn tiltók. Og takið eftir. Hér nefndur faðir hennar Esterar, Abihail. Og Abihail þýðir faðir máttarins. Faðir máttarins. Brúðaslörið var frá föður máttarins. Þetta alveg eins og dýrðin sem að við köllum yfir okkur og biðjum Guð að gefa. Guð, gefðu okkur þína dýrð. Við lítum á föður máttarins, Guð almáttugan, nákvæmlega í sömu stöðu og faðir hennar Hadasa með brúðaslörið. Estera drottningar. Svona getum við haldið áfram með söguna því að hún fléttast svona skemmtilega. Svo þegar við komum lengra inn í söguna, þá ætla ég aðeins að taka 2 atriði þar sem við sjáum baráttuna rísa. Í 3. kapitula kynntur til sögunar maður sem kallar Haman. Og Haman þessi, hann verður eins og næst æðsti maður ríkisins. Hvað bjó í hjartans? Jú, hann þoldi ekki Mordekai. Af því Mordekai, hann neitaði að bukka sig og beygja fyrir honum. Og hann ákvað að reyna að taka allan kynþáttinn, þar sem Mordekai var alla gyðinga og útrýma þeim. Hugsið ykkur, 480 fyrir Krist. Þá standa gyðingarnir frammi fyrir því að það átti að útrýma þeim. Þetta gerist líka 1938. Þegar Hitler fór af stað. Hann vildi útrýma gyðingum. Af hverju? Það var alveg sami andi yfir því sem við segjum, sem ríkti yfir heiminum, sem brást við þeim sem var útvalinn Guðs líður. Það getur vel verið að okkur líki ekkert við þá. Það getur vel verið að okkur lítist bara ekkert á blikuna. En við megum ekki gleyma einu. Guð að halda áfram með sína áætlun. Og við sjáum líka meira segja það koma fréttir frá Ísraels ríki í dag. Það sem verið að kveikja elda út allt Ísrael, ekki af því að mönnum þykir svona vænt hver annan, heldur vegna þess að þeir að byggja upp hatur og áróður og stríð. Og hvað veldur þessu hjá manninu? 480 fyrir Krist, þá vildi Haman útrýma gyðingum. Í dag erum við enn að heyra fréttir. Það verið að segja frá glímunni og sorgarstöðunni, það ennþá verið að taka gyðingana og reyna að aflífa þá. Vitið þið? Þetta það alvarlega í málinu af því að Biblían segir að hjálparæðið kemur frá gyðingum. Jesús Kristur var gyðingur. Það var málið. Og hvað eigum við að segja að gyðingarnir hafi sinn sess? Við erum að segja hvert við annað, elsku þá samt. Elsku þá samt. Við erum samt eins og þeir sem að sýna af sér að við elskum þá því að Guð, hann útrýmdi þeim ekki, þó að þeir hafi hafnað Kristi. Það voru þeirra mistök, en það var okkar gróði. Svo tökum við aðeins söguna, lengra, og við förum með í það, þegar Mordekai verður áskynja að Haman vilji útrýma gyðingum. Þá kallar hann á Ester drottningu. Og hann gengur fram fyrir hana og Ester, hún látin vita að nú hennar hlutverk að ganga fram fyrir Xerxes konung og segja við hann að hann verður að stoppa morðölduna sem Haman ætlar að koma yfir Persaríki. Og það var mjög dýrt. Ester vissi það að ganga fram fyrir konung ótilbúinn, það gat þýtt hennar bana. Það var hennar dauði að ganga fram fyrir konung. Konungurinn varð að rétta henni veldissprotann til þess að hún væri velkomin. En hún klæddi sig upp á, gerði eins og sniðugar konur gera þegar þeir vilja fá sitt fram. Hún dressa sig upp, verður glæsileg, undirbýr sig og gengur sér fram fyrir konung.
Hún lagði líf sitt í sölurnar fyrir þjóð sína. Finnst þér að við þurfum að læra að leggja líf okkar í sölurnar fyrir Ísland? Finnst þér að við þurfum að heyra það að við leggjum líf okkar í sölurnar fyrir land okkar og þjóð þegar þjóðin kýs það sem vitlaust er? Áttum okkur á, kæru vinir, að Drottinn, hann hefur hlutverk fyrir þig í okkar kringumstæðum. Klæðum okkur upp, tökum okkur helg klæði, skrýðum okkur andlega, látum hugafar okkar og hjartalag, óma af því sem við vitum að er Guðs vilji samkvæmt orði Guðs. Og þegar Ester fór þannig að, það var þá sem opnaðist á lausnina og lífið í Persaríki. Þú og ég erum kölluð til þess að erfa það sama og hlutverk Esterar er bara dæmi það hlutverk sem að þú og ég eigum að hafa. Svo lýkur sögunni. Haman tapar og Xerxes konungur, hann verður ánægðari með Ester heldur nokkuð tíma áður og hann tekur Mordekæ og gerir hann að næst æðsta manni ríkisins. Ef við lesum niðurlagssögunar, komið aðeins með mér í niðurlagið, það 10. kapitulinn, þá er sagt bara vegur Mordekæ. Þegar hann var búinn að undirbúa allt, þá lýkur sögunni á þennan hátt. Þetta fara með ykkur í 3. versið í 10. kapitulunum. Því að Mordekæ gyðingur gekk Ahasverusi konungi næstur af völdum, var mikils virtur meðal gyðinga og vinsæll hjá hinum mörgu ættbræðrum sínum með því hann leitaði heillar þjóða sinnar og lagði liðsyrði öllu kyni sínu. Þetta er merkilegt. Og Páll postuli, hann notar einmitt þessa hugsun þegar hann segir í Galatabréfinu og hann ráðleggur hinum kristnu þegar hann segir við á, geriði öllum mönnum gott en einkum trúbræðrum yðar. Kannast þið við þetta? Og Páll veit alveg að þetta var vegur Mordekæ sem að hjálpaði gyðingum á örlaga stund og hver veit nema Guð sé að kalla þig og mig til þess að við séum bræðrum okkar og systrum til stuðnings, land okkar og þjóð, að við getum gengið fram fyrir Guð almáttugan með réttu hugafari, Guð heyrir bæn okkar og við köllum vakningu og eld Guðs yfir okkar land. Ég segi bara verði Guðs vilji með okkar land. Við erum ekki kölluð til þess að erfa eymd og volaði. Við erum kölluð til þess að fá að vera blessun og Guði til dýrðar og Jesú Kristi og Guðsríkjunum til eflingar. Og það er tilgangurinn með þessari samkomu og það er ekki tilviljun að þú sért hér, þú átt að erfa einmitt þetta. Þetta er 3. maðurinn sem við vitum í Biblíunni sem er gyðingur, lægst settur og hann er reistur upp til þess að vera næst æðsti maður ríkisins. Munið hver sá fyrsti var? Jósef. Svo er það Mordekæ. Vitið hver sá þriðji er? Daniel. Þið vitið, Guð hann valdi þessa menn vegna speki sinnar, vegna andans sem hann gaf í þá, vegna þess að þeir tilheyrðu því sem við köllum brúður Jesú Krists. Hver veit nema þú verði valinn hér á þessu landi til þess að verða landi okkar og þjóð til eflingar og blessunar. Og við segjum jafnvel, ég er nú orðinn svo gamall, ég er nú af erlendu bergi, ég er nú útlendingur hér. Já, það er einmitt svoleiðis fólk sem Guð er að velja. Það er einmitt það sem gerðist. Og það er svolítið athyglisvert að pólitíkin hjá Persum og Egyptum og líka Babylonumönnum, hún var svoleiðis að það var búið að skipa ríkinu niður í ákveðið sæti. Það var konungur, svo voru jarlar og þeir átt að vera næstir. Það mátti engin jarl vera öðrum æðri, þeir voru bara jafningjar. Því var konungurinn oft nauðbyggður til þess að taka einhvern og lægstu stétt sem ógnaði engum og gera hann að ráðgjafa sínum. Ester var ráðgjafi konungs og fyrirbyrjandi til þess að bjarga sinni þjóð. Mordekæ var settur upp sem ráðgjafi konungs til þess
að ráða konungi heilt og kalla Guðs blessun yfir hann. Svo segir sagan og heldur aðeins áfram. Þá förum við í Nehemía. Að Ester fór að ala upp annarkvort son Sessex, kannski var hann sonur Vastíar, eða kannski var hann bara sonur Esterar. Hún ól hann upp og þegar Nehemía einu sinni að gefa honum vín og byrla honum víni, þá sér konungurinn, Artaxerxes sonur þessa Sessex, hann sér að Nehemía er hryggur og segir við hann, Nehemía, af hverju grætur, af hverju ertu ekki glaður, af hverju ertu ekki ánægður? Og þá segir Nehemía, hvernig á ég að vera ánægður? Það sem að borg feðra minna liggur í rústum. Bæði veggirnir brotnir, húsin rifið niður og allt brennt. Og þá eins og áhrifana gætir af Ester drottningu, hún sem var gyðingur, var tekin herleiddur úr Jerúsalem, fékk aldrei að koma þangað aftur. En hún hafði sáð einhverju inn í konunginn sem gerði að verkum að hann fann til með gyðingnum og segi við hann, heyrðu, farðu bara, ég skal skrifa bréf, farðu og reistu upp múrana, byggir þið aftur upp, vegna þess að Guð var að undirbúa að Ísraelsmenn fengju að fara aftur heim. Í dag stöndum við frammi fyrir samskonar ríki. Gyðingunum sem voru teknir í burtu frá þjóðunum og þeir eru aftur komnir heim. Af hverju það? Er það til þess að stela löndum frá öðrum Arabum og svoleiðis? Nei, það er ekki til þess. Það er til þess að vera á staðnum þegar Jesús Kristur mætir. Við erum komin að þeim tíma, kæru vinir, að Jesús er að undirbúa komu sína, hann vill undirbúa þig og við fáum vera hlutafar í því sem frá Kristi kemur. Einu sinni var það Ester, nú ert það þú. Einu sinni voru það Persar, nú það ríkin í dag. En áætlun Guðs hinn sama, hann ætlar að mæta á staðinn og umbreyta þessari jörð, binda djöfulinn, taka í burtu dauðan og hann ætlar að endurreisa sitt ríki á þessari jörð. Það meira að tala um þetta. Þetta þýðir að það eru 1000 dýrleg ár framundan. Og ef þið heyrið að það verði einhvern tímann heimsendir, þá langt í hann miðað við Biblíuna. Haldið því sem að ritningarnir tala um. Gerið það sem að þið vitið að rétt frá Biblíunni. Verið þið örugg á því að þið eru í hendi Guðs. Til þess að þar sem þið eruð, það vilji Drottinn uppbyggja þig með dýrð sinni. Meir Jesús Kristur blessa þig, venda þig og varvita þig að þú verið eigi hlutild í hvað Guð að gera á meðal okkar. Amen. Við skulum biðja saman. Amen. Drottinn minn, ég þakkar elskaði Herra. Að miskunn þín hér yfir Drottinn minn til þess að við gerum vilja þinn og ég bið að andi þinn starfa meðal okkar. Kraftur þinn verði í okkur Drottinn minn. Og augu okkar ljúkist upp svo við sjáum bæði andlega og líkamlega hver staða okkar elskaði Herra. Og Drottinn, við biðjum þess að við fáum að vera hlutafar í ríki þínum, við fáum að gera vilja þinn Drottinn minn, við fáum að skilja það Jesús, að það sem að við erum, þar viltu mæta okkur og kalla fram þín dýrlegu verk. Við blessum þitt heilaga nafn í Jesú nafni. Amen. Amen. Ef við standa upp og syngja saman, við erum bara komin að enda þessara stundar.